Takk kærlega fyrir. Takk, gaman að sjá ykkur. Fyrst ein spurning, hversu mörg ykkur hafa prófað að búa til myndir með gervigreind? Rétt hönd. Mjög gott. Hver ykkur hafa prófað Midjourney? Ok, flott. Gott. Þetta var bara spurning, ég ræði svona áttum á svona fókusnum aðeins, já, ég Róbert, ég frumkvöðl, ég byrjaði að forrita snemma 81, seldi mitt fyrsta forrit 84, fjölmiðlaverkfalli svo kölluðu, það sem að gerði svona stafræna fréttaveitu fyrir stjórnvöld. Síðan ég búin að vinna svona mörgum lista og tækni í rauninni allt mitt líf. Ó, já, betri standi bara hér. Já, mjög gott, já, þetta mjög göfund, takk fyrir þetta. En já, ég búin að vinna svona mörgum lista og tækni svona allt mitt líf. Var ég sóttum í Reykjavík og meðal annars, og var ég fyrst í íslensku hip-hop-hljómsveitinni, Sansi Boys. En og stofnaði síðan fyrsta internetfyrirtæki í Íslandi 93 og fyrsta internetfyrirtæki í Danmörku 95. Síðan var ég lengi í Kaliforníu og þar meðal 2001 þá setti ég loftið fyrir listamann Lynn Hörsmann, Agent Ruby, sem svona gervigreinda chatbot sem einn elsti chatbot, 23 ára, sem ennþá lifandi og þetta hluti af það sem þetta var kostað af San Francisco Museum of Modern Art, þá þetta hluti af svona permanent sýningu hjá safninu. Síðan unnum mikið í tölvuleikjum, gerði fyrstu móbílútgáfu af Sims, en síðustu 15 ári er ég búin að reka sjálfseignarstofnun sem heitir Íbúðases, sem vinnur í því að bæta íbúðalýðræði, bæta ákvörðunartöku á stjórnvöldum, við vinnum með Betra Ísland, við vinnum með 16 sveitarfélögum, vinnum lengi með Reykjavíkurborg, Skoska þinginu, Vínaborg, mörg verkefni í Afríku, við vinnum mikið með svona spjallmenni og svoleiðis, gervigreind, en já. En þá svona kjarnanum mínum fyrirlestri og svona fyrst bara kannski að taka mjög örstutta yfirferð yfir svona hvernig list og tækni hafa tengst í gegnum árin. Og list og tækni hafa bara tengst frá byrjun. Það var fyrsta svona hella list og jafnvel svona beats sem voru setta saman. Það alltaf einhver tækni notuð, tengdi listinni á einhverju forsendum eins og bara eitthvað til þess að skrifa, til þess að teikna með eða litir. Síðan náttúrulega grísklegri list, endurreisnartímabilið þar sem að vísindin og listin virkilega tengdu sig mjög sterkum böndum. Þar sem að þegar vísindin fóru að skilja betur hvernig ljósið virkaði, að það hjálpaði listamönnum í fyrst skipti að búa til mjög eðlilega svona perspektífmyndir. Síðan náttúrulega innbyltingin sem gerði það kleift í fyrst skipti að fjöldaframleiða list og sem var til þessi svona listakúltúr sem að svona blanda af að koma listinni í hendunar á almenningi. Og ljósmyndin náttúrulega gjörbreytti heiminum og það er áhugavert að svona margir verið að rifja þau upp hvað fólk var nú stressað í listaheiminum þegar ljósmyndin kom. Margir málara bara sögðu, þetta er búið spil, þetta var svona portréttmálar og svona, nú er bara komið fullkomin þetta var ekki frábær, ekki fullkomin þessi ljósmynd, en fólk vissi hvert þetta var að fara. En auðvitað raungerist það ekkert. Það að vera listamaður og mála, það er eitthvað sem mun standast tímans tönn. Poplist og Repromaster var svona Photoshop síns tíma, veit ekki hvort eitthvað muna eftir, ég örugglega fáir, en mamma var að vinna á auglýsingastofu og ég komst í svona græju oft og þetta var mjög skemmtilegt. En síðan náttúrulega stafræn list og náttúrulega Photoshop sjálft og það var með til þetta orða Photoshop og hluti, það sem að í fyrsta skipti koma svona alvöru inn í hugan á okkur að við erum að horfa á einhverju mynd og kannski er hún ekki raunveruleg, kannski er eitthvað búið að breyta henni, en þetta er náttúrulega algjör bylting fyrir bara iðnað og fyrir list líka. En núna, skapandi gervigreind fyrir svona 2 árum, ég myndi segja að þetta væri önnur svona tæknibylting í því hvaða möguleikar eru í boði fyrir þá sem eru að skapa myndir. Og ég líka að á ákveðnum forsendum líka svona lýðræðislegur vinkil til þess að lítil fyrirtæki eins og við til dæmis, við erum lítil sjálfseignarstofnun, við erum 3 hérna á Íslandi, við erum 2 í Bandaríkjunum. Bara við eigum enga peninga til þess að ráða auglýsingastöð, til þess að gera neitt fyrir okkur. Það er bara þannig. Og skapandi gervigreind hefur virkilega hjálpað okkur að gera allt okkur efni mikið skemmtilegra. En við erum ekki að taka neitt af henninum í þessu, þetta er bara að búa til tækifæri fyrir okkur. En við tölum líka siðferðin aðeins og eftir. En svona örstutt sögu gervigreindarinnar sjálfan. 1958 þá var þetta hannað sem heitir Perceptron. Og þetta er bara svona starffræði formúla, hugmyndin svo að það koma upplýsingar inn og tekin einhver ákvörðun og kemur upplýsingar út á hinum endanum. Og þetta var svona tilraun til þess að
á mjög einfaldan hátt að svona módela rafmagnskerfi einna taugafrumu. Það sem að koma upplýsingar inn og koma síðan upplýsingar út. Og en eins og með raunverulega heila, að þá ein perceptron, gerir hún lítið sjálf, þannig að þróun á svona tauganetum, þar sem svona með gervitaugum eru setta saman og í svona lítil, þarna erum við með einhverja nokkra tugi tenginga í þessu tauganeti. ChatGPT sem kom út fyrir 2 árum var með 175 milljarða svona tauga saman í tauganetinu. GPT-4 sem kom út í fyrra með 1,6 triljóna tenginga milli. Það svona ekki hægt að hugsa sér hvað þetta stórt, nema kannski bara hugsa sér eitthvað eins og, þú veist, eins flókið og heilið. Og það kannski það sem er áhugaverð í þessu, að grunntæknin, þessi perceptron, hefur ekkert breyst síðan 58. Við erum bara komið með öflugri tölvur til þess að vera með stærri svona net og það að skapa þessi tækifæri fyrir okkur og bæði myndir og ChatGPT, þetta allt saman byggt á svona svipari tækni. Á milli 60 og 80 þá voru mikið rannsóknum á því að greina til þess fólk í myndum og svona. Síðan 85 þá vinnur gervigreind heimsmeistaran Garry Kasparov í skák, Deep Blue, en það sem við sjáum þess að tölvu þarna, sko, Deep Blue var alveg heilt herbyggja þarna á bakvið, sko, þetta var bara skjárinn á henni. Og Deep Blue var ekki beint svona tauganett, var þetta bara vél sem reiknaði alla hugsanlega möguleika í skák, sem bara væri hægt að hugsa sér. En á svipum tíma, að þá var fyrsta gervigreind til þess að búið til myndir sett fram, Deep Dream, og þessi hugmynd að láta gervigreindina búa til myndir með því að taka suð í burtu. Og sem alveg áhugavert. Og þetta voru nú dálítið skrýtna myndir svona fyrst og á það mikið til að setja augu út allt af einhverjum ástæðum. Þetta var alveg, en það samt sko alveg svona ákveðnir möguleikar í þessu, sko maður sjá alveg framtíðina en allt á mörg augu. En síðan 2017 þá vinnur Lisedol, þá vinnur AlphaGo, gervigreindarmódel Lisedol. Og í fyrsta skipti sem svona tauganet sýnir einhverja svona möguleika. Og það sem er merkilegt þetta er að sko Go mikill einfaldari leikur en skák. En það fá reglur að það ekki séns að reikna út allt sem gerist. Þú veist bara hver kubbu getur búið til endalausa möguleika. Þannig að, og hvernig vinnur gervigreindin? Hún vinnur með því að komi nýja leikfléttur í Go sem hefði aldrei verið framkvæmdar áður. Og það sem finna við það að eftir að síðan manneskjur og bestu spilarinn fóru að skoða þetta, og þá mikið erfiðara fyrir gervigreind að vinna Go-spilar í dag. Þess að þeir eru búin að læra svo mikið af gervigreindinni. En Dalle 2021, og það er nú ástæðan fyrir þessu fyrirlestri, og þetta er svona fyrst skipti sem að fara að sjá myndir sem eru bara, hei, hvað að gera? Gerir gervigreind þetta? Og ég sjálfur er búin að vera í þessum bransa í 10 ára, ég hef alltaf trúið þessi, ég sá þessar myndir. Og en bara ári síðar, með Midjourney útgáfu 4, að þá erum við komið með myndir sem eru bara ansi nálægt til að vera ljósmyndagæði og bara mjög áhugaverða líka og oft skemmtilegar. Og líka 2022 þá kom alltaf ChatGPT sem eru búið að þjappa saman svona stórum hluta visku siðmenningarinnar í eitt tölvuforrit. Það tekur texta inn og setur text út. En en bara aðeins ég ætla ekki að fara mjög tæknilega, bara aðeins segja ykkur frá þessu, hvað þetta er merkilegt, að til þess að þjálfa svona módel eins og Midjourney og Dalle, að þá byrjar með mynd, vinstra mér af píramídunum, þú býr svona stafrænt suð, ég fannst ekki sem mjög kannski mjög semdur, eftir sjónvarpinni í gamla daga, það var stafrænt, það var ekkert á daska, það var bara svona suð, svona suð, og þú ákveður hvað ætlar að taka mikið af suðinu, 10%, og þú leggur suðið yfir myndina. Og síðan kennur gervigreindinni að taka suðið í burtu af myndinni. Þannig tekur næstu mynd af einhverjum bókum, meira suð, 20% suð og sjáu það myndinni, það er maður valla farin að sjá bækunar. Síðan tekur 5 milljarða, eða þú veist, 1 milljarða mynda, gerir þetta aftur og aftur og aftur og þá getur þú sleppt í að hafa kundi, þá byrjar þú bara með suð og texta og þá byrjar bara gervigreindin að taka suðið í burtu í svona mörgum skrefum. Þangað til að og síðan á þessu ári og og bara í síðasta ár í fyrra þá komu fyrstu vídeómódeli með gervigreind og síðan Sora og
og VO var að koma í gær frá Google sem það býr til myndböndum gerðin og ég ætla bara aðeins að sýna ykkur hérna bara 1,5 mínútu og að þetta myndband búið til með Sora-forritinu og að og skrifar inn texta bara eins og Midjourney og sem færðu high definition video út. Og þetta aftur eins og þetta kom þarna fyrir mánuði síðan eitthvað svoleiðis og þetta eitthvað bara svona sem maður, þú maður síður sem bransa maður bara svona, hvernig getur gervigreindin verið að búa til þess að hunda? Þú svo sætir. Þetta rosa. Og þetta svona að koma núna svona á þessu ári. Þess að fyrir lok þessa árs þá ætti maður að geta verið komið aðgang að þessum öflugu gervigreindarmódelum bæði hjá OpenAI og líka hjá að Google var að setja sitt í svona opna pröfur í gær og það kannski ekki alveg með sömu gæðum og hérna. En ég sé síðan í enda fyrirlestunum með að sýna ykkur eina mynd sem heitir Airhead sem einsmínútna stuttmynd búin til með þessu Sora-forriti af listamönnum. Og kannski svona allt svona eins og ég tala nú aðeins siðferðina núna rétt og eftir líka, bara örstutt, en hvernig ég nota þetta, hvernig kona minn sem listamaður notar þetta, við erum bara að horfa á þetta sem verkfæri. Það bara leiðin til þess að horfa á þetta til þess að hjálpa mann að hugsa og skapa. En þessi sena mjög merkileg, þess að ekki bara gervigreindin að búa til þetta vídeo, heldur gervigreindin búin að búa til þetta sem málverk líka. Það var maður bara að vita hvernig, og svarið er að þetta svo risastórt svona taugamódel, svona gervi heili sem að finna út úr þessu, með fullt af einhverju engineering og tækni og svona. En hérna, þetta síðasta skoti hérna. En eins og í dag að þá hérna, er erfitt að hérna, að þá er erfitt að fá sama karakterinn aftur og aftur í þessum vídeóm. Þannig að hérna, myndir sem sýna ykkur eftir já. En hérna, síðan dæmi þið heyrt Midjourney, ykkur okkur ég veit að fleiri hafa heyrt það, þeir voru mjög óþægilegt interface í byrjun, alveg sniðugt að mörgu leyti, þetta fara inn í Discord sem svona chat interface, búa til myndin inn í chat interfaceinu, en nú eru þau konum með vefsíðu sem þægilegt og maður setur bara textan efst og svona mínum að þetta er Midjourney ennþá með bestu myndirnar, betur heldur en DALL-E allavega í ChatGPT útgáfunni. Getur verið að sem grannur útgáð sem þetta búið betri myndin DALL-E, en alltaf Midjourney er bara frá svo mörgum og þetta er einfalt interface núna, maður býr til myndina, skrifa textan efst og síðan getur maður gert alls konar hluti, remixa og svona og síðan alltaf ég held að ég er búin að búið til 30.000 myndir síðan 2 ár, þannig að þeir eru mjög fínt, það eru margir sem er búin að búið til 10.000 mynda, þannig að þeir eru mjög gott interface til þess að núna, til þess að raða þeim og eins og sem að gera like á þær bestu og svona. Og sérstaklega í byrjun að þá hérna, og þetta er svona önnur dæmi bara hérna, hvað maður getur gert. Og síðan alltaf Photoshop. Photoshop er alltaf stútfullt af gervigreind í dag og nýjast útgáfan, útgáfan sem fyrir 2 mánuðum var alls ekki, hún var langt upp í Midjourney. En nýjast útgáfan nr. 3 er bara mjög mikið betri, en þannig að þá getur bara gert þetta beint inn í Photoshop. Og bara svona réttum svona siðferði að öll þessi fyrstu gervigreindarmódel voru þjálfuð bara með því að bara skreipa netið, taka myndir allstaðar. Og það var frægt að eins og Getty Images, að svona fyrstu módelin að maður baði einhverja mynda einhverju og þá fekk maður myndina, sem sá maður svona Getty Images logoið aðeins í myndinni. Það var svona, ok. Eða þú sjáðu það eins og myndunum eftir að maður baði málverk, að þá var maður með smá undirskrift, svona sem maður kannski ekki akkurat einhver einn listamaður. En sumir segja að þetta sé bara hreint og beint stuldur, aðrir segja að þetta sé fair use og þá út frá þeirri hugmynd að gervigreindin að horfa á myndirnar og að þjálfa tauganetið sitt. Gervigreindin ekki einhvern veginn að kópera myndirnar einhvern veginn og geimi myndirnar inn í, eitthvað blanda þeim saman þegar fólk biður eitthvað. Heldur er verið að þjálfa gervigreindina. En dómstólar munu taka afstöðu til þessa. Photoshop er bara með myndir sem eru þjálfaðar, sem eru keyptar til dæmis. Þannig að þeir eru alveg fyrir utan þetta. En það eru mál í gangi og svona. Ég ætla bara rétt að nefna þetta.
Sko, mín persónulega skoðun að mér finnst það bara svona almennt segja að búið til fleiri tekjustrauma fyrir listamenn og listrænt fólk. Og ég held að það sé bara svona constant struggle bara frá byrjun listana og bara endilega. En mín saga með gervigreind byrjar í júlí 2022 og þá fyrsta svona útgáfan Dalli Mini sem hafa aðgang á netinu til þess að búa til myndum í gervigreind. Og hérna fyrsta myndi minn og bara Rapid Sized Universe sem sæta glastjar, ég var búið til eitthvað skrítið, ég ætla að sjá hvað ég geti fengið út af forritinu. Og eins og við sjáum þá þessar myndir nú ekki eitthvað alveg frábærar. En þetta fyrir 19 mánuðum og en þetta var samt alveg svo skemmtilegt, maður skrifaði eitthvað inn og þú veist, maður fekk eitthvað út og þó það væri ekki alveg frábært að þú veist að Carmate og 5 Stars, Glittering in the Sun. Ég fekk samt svona nokkurn veginn bíl með háköllum út og sama hér, ísbirnir, hitt og þetta sem maður prófar, stól springa og eitthvað. En þetta samt bara eitthvað leikur, þetta var ekki mikið gæði á þessu, þetta var alveg 18 mánuðir síðan, en síðan kom ágúst, nóvember, þá kom fyrst útgáfan Midjourney út og þá byrjaði þetta, eitthvað málverk og skrýtnir dýrum og ketti með margar kattamyndir og vinstra megin sjáu þið hvaða prompt eru þarna og þú deilir þessu þegar ekki, fólk getur náð í þetta þegar ekki kynninguna síðar. Já, flott, þannig að þá get ég séð þessi prompt og svona, ég ætla að fara mjög hratt í gegnum, það eru mjög mörg dæmi í þetta. En þetta svona hélt alltaf áfram og þarna eitt Icelandic Animal, High Quality, Photorealistic og eitt auga þarna í, það er ennþá að búa til augu í, bara, ég veit ekki, vel búa til augu. En samt bara var mjög skemmtilegt og ég hef alltaf svona, það var gætt að leikið sér í þessu. Það var algjörlega, ég gerði með þess að Instagram síðu fyrir köttin okkar, sem er Rose, og setti svona myndir inn á bara upp á grínið. En samt sem áður, svona, dálítið svona rough around the edges, eins og við segja. En alltaf svona aðeins kannski vera betra. En síðan í nóvember, í fyrra, þetta eru mjög stuttir, sko, við erum með júlí, ágúst, og svo með ágúst, september og við erum með október, nóvember, sko. Og þá erum við komin hingað. Og þá segja ég setti þetta fyrsta promptið sem sett, en Golden Fractal Cut, Studio Setting, High Quality, High Detail, Photorealistic, Dramatic Lighting. Ég datt næstu úr stólunni, myndin kom bara, vá, þú veist, ég ætla ekki að trúa muninum, þú veist, miðað við sko þetta, sem sagt, á 3 mánuðum. Og síðan bara hélt ég áfram að setja inn myndir og þetta var bara í rauninni betra. Og útgáfa 4 er mjög skemmtileg. Það er ennþá að nota útgáfa 4. Og leika mig með svona photorealistic, að blanda saman, a long lens photograph of a happy colorful prompt monkey made of pure light, a thick dense forest noon with the sun shining brightly. Og það er eitt kannski svona almennt með að gera myndir með gervigreind, að það er, þú veist, að hugsa að útskýra ekki bara það sem þú vilt fá á myndina, heldur líka til hvaða myndavél þú vilt nota. Hvernig svona effekt, þú getur sett ansi mikið, sem sagt, stýrt stílnum á myndinni, með því bara að hugsa, ok, ég ætla að setja þetta, ég ætla að taka þetta 35 mm filmu, svarthvíta. Þú veist, þá setur það inn í promptið og þá getur þú stýrt því svona stílnum dálítið sem kemur út. En margt mjög skemmtilegt þarna að, sem segi þess að 20.000, 30.000 myndir, það er fljótar að koma, en á þessum tíma var þetta líka þannig að maður bjóð til sko 50 myndir og þá kom ein góð. Þá var þessi frábær, loksins, þetta var svona dálítið svona eins og rúlletta. Það eru alltaf svo góðar í dag að það er dálítið hægt þannig, og þú veist, maður getur leikið sem með, hvað maður að segja, það er allt undir í hinum sjónræna heimi. Þú veist, það er allt sem að þið getið hugsað ykkur, þú veist, það er þetta leika sem er það að láta það birtast. Þú veist, hvort sem það sé, þú veist, tekning eða málverk eða eitthvað sem er búið til úr málmum eða bara, þú veist, það er hvað sem er, það er bara allt sem að hugurinn geti hugsað sér. Að það er þetta leika sem er það í þessum líkunum. Og þú veist, eitt til dæmis alveg klassískt, sko, þegar maður byrjar sko fashion photography, þú veist, þá fær maður ákveðna svona stíla út af því, og eitt makró, ég nota það, oft sem að leika sér svona makrófotografi, það getur alltaf fengið svona litla, svona sæta stíla út af því, og ég heit eitthvað svona flip, gerum svona lítinn, bjöngum til svona lítinn leik bara til gamans, þar sem
bara ógeðslega einfalt sem maður fekk myndina sem maður giska á promptið svona spurningaleikur og við gerum mynd fyrir jólin svona 2022 já og hitt og þetta bara svona þú veist eitt líka að blanda saman með hljóð að leika sem við það getur haft áhrif á því að tala hljóð hvernig það hefur áhrif á myndbyggjum og það kannski aðeins skrítið en það fólk svona þið þekkið það svona condition ekki beint kannski sjúkdómur en sem þetta svona synesthesia sem að fólk þú veist til dæmis að heyrir orðið 3 þá sér það bláan lit til dæmis og það manni finnst þetta stundum dálítið svona að það fari í gegnum og vera að tala við forritið og biðja mig sem þetta hluti stundum dálítið þú veist að maður já hvað maður að segja svona einhvern veginn að næstum þessu sem við komið annað svið til að já búa til myndrænt efni en já, margt skemmtilegt að hægt að leika sér með og eins og segir bara, þið getið prófað þessi prompt líka, þau virka allir í dag til þessi Midjourney, þau fáið kynninguna, en þau líta öðruvísi út, nema þið gerir aðra, það er bara svona aðeins að sýna ykkur þróun á þessu, en alls svona hluti til dæmis, macro photograph of being inside a lava rock, looking out. En það er líka, þú veist, að maður getur prófað hluti sem að, þú veist, væru og það sem ég vist bara, og með gervigreind svona almennt, ekki reyna að nota hann til að skipta út einhverju sem þið eru nú þegar að gera og bara virkar. Það er bara til að gera eitthvað nýtt, til að stækka og fá meiri hugmyndir og svoleiðis. Það er þú veist, ef maður ætlar að prófa eitthvað svona, já, ég ná að prófa kannski eitthvað svona, ef maður ætlar að gera þetta í Photoshop, einhverju 3D-forriti, það er margir að vinna að koma saman einni svona mynd. Þannig já, og síðan í september, sem sagt í fyrra, það kom svona smá stökk þarna, vegna þess að útgáfa 4 var bara svo góð og síðan kom 5. Útgáfa 5 af Midjourney, að hún bætti við einu sem var mjög mikilvægt. Að það er það að geta breytt myndunum. Þannig að þetta er alltaf dálítið svo mikið lotteri, að maður setur eitthvað inn í texta og síðan gerir maður aftur og kannski ef maður kom með einhverja næstu fullkomna mynd, nema það er bara eitthvað smávegis vitlaust á henni, það vantar eitthvað inn á hana. Eða að maður vill búa til einhverja mjög flókna mynd og maður reynir að setja allt sem maður ætlar að setja inn í myndina, inn í promptið, en hún gerir aldrei allt sama. Þannig að það kom í 5, þannig að bæði svona uppfærsla á algoritmanum, til dæmis að þeir bættu við eins og style raw og sem gerir kannski svona aðeins meiri ljósmyndagerði, en síðan bættu við líka chaos og weird. Þannig að ég seti chaos 250 og weird 3000 sem það hæsta. Þannig að ef maður setur weird parameterinn frá 0 upp í 3000, að þá fær maður skrýtna myndir. Eins og, já, þannig að þú veist að maður getur farið ennþá lengra bara eitthvað í þú veist að prompta manns eigin heila í eitthvað skemmtilegt. Og já, þetta fer nú, já, stylist 1000, maður getur líka stilt í sko frá 0 upp í 1000, hvað maður vil fá mikinn stíl inn í myndina og já, og síðan það bara flippar hún alveg út og kemur með þessa þarna í lokin. An Icelandic sheep on the top of the world, annað Icelandic sheep on the top of the world, og ég hugsaði, ok, þessi mynd, hvað ef ég myndi stækka hana? Og þá bara velum maður, og það er líka ekki í Photoshop, að þá velum maður bara annan hlutan af myndinu og segist bara að fá meira. Og þá býr hún bara til meira í þá átt. Og ég beðið ég vil fá líka eitthvað vinstra megin og ég bað storm, þarna vinstra megin. Sem sagt, en síðan stækkaði myndin aftur út og teiknaði þarna valdi uppi og ég sagði 1950s UFOs og þá bara búm og ég gæti líka valið aftur og aftur, þetta eru bestu UFO-nir sem kom með eftir nokkra tilraunir, maður hefur alltaf það, maður getur aftur og aftur og síðan ákvað ég að stækka þetta út og reyndar eru nú með klassísk gervigreinda sem það reyna auka löpp en ég hefði getað merkt myndina og lagað það sko, ég tók ekki eftir fyrir en þetta er svona ágætis dæmi það að þó að þetta í útgáfa 6 í næstu í hætt, þetta var útgáfa 5, en það var þetta ennþá svona hluta til. Og síðan bætti ég Massive Thunder and Snowstorm þarna vinstra megin og já, og þannig að þá sko byrjaði bara með eitt flöt og síðan er ég búinn að alveg samkvæmt mínum það sem ég vil gera, stækka hann í allar áttir. Og það er það, ef þið viljið búa til eitthvað flókið, að þá myndi ég mæla með því, setjið bara grunninn fyrst, með þú veist að ef það er einhverja senu á einhverju ströndu eða eitthvað, þá bara eitthvað empty beach. Og síðan bara byrja að setja hlutin inn á myndina sem ég viljið. Og þetta er mjög powerful í, þetta er annað dæmi að
cinematic shot, action sequence of a car being chased, Icelandic glacier, dawn, dynamic action, dynamic movement, high angle, photorealistic, hyper detail, direct by Fritz Lang. Og ég setti Fritz Lang þarna eins og hann auto-copyright. Þannig ef við myndum alltaf að halda það að Fritz Lang verið auto-copyright, ég myndi ekki vilja setja þarna Steven Spielberg, persónulega, maður getur sett Steven Spielberg þarna, en ég tala svona siðfyrir svona, hverju, þú veist, að gera eitthvað, eða að láta þetta líti út eins og einhver annar listamaður hefur gert það, þú veist, hverju að gera það bæði sem virðingu fyrir listamenn, en líka bara, hverju, það er svo margir aðmögulegur. En, a car being chased, ég hugsaði, ok, þetta nú, hver að chase hann? Og þetta nú ekkert eitthvað mikið drama í þessu, þannig að ég merkti þarna svæði og hendi inn ísbirni sem var að chase bílinn. Og því miður þá var hann að horfa í myndavélina, ég ætla ekki alveg með það við það, þannig þá valdi ég bara andlitið á honum og hann til að koma með smá svona, og sem vantar með smá meira drama, þannig ég valdi þarna niðri og bætti við smá eld. Þannig að þú veist, með þessari aðferð, þú veist, þá var maður algjörlega bara að nota þetta sem tól, teknitól, ótrúlega öflugt teknitól, en þú veist, það er ekkert sem að, þú veist, maður er búin að vinna með myndina og nota hana, þú veist, ég myndi ekki vera eitthvað að segja, finnir sem þurfa að segja, og þessi mynd var gerð með gervigreind, og þess að ég notaði eitthvað filter, eða þú veist, eins með Photoshop, þú veist, maður merkir, ég var að segja að þetta var gert með Photoshop, við unnum aðeins Photoshop, það þarf ekkert, þú veist, en það er náttúrulega eitt, sko, ef fólk að leika sér á samfélagsmiðlum og hendir einhverju gervigrindamynd í gang og hendir henn út, það er bara frábært, almenningur getur gert það, gerur allir fítin okkar skemmtilegur á einhverju forsendum, en það er samt munur á því að þú veist að þetta er kannski eitthvað svona professional hluti sem að vinna í bíómynd, sem svona iðnaður, þú veist, og allt frá því að listamenn að nýta þetta í sínum listferlum. En það er ekkert öðruvísi, heldur en önnur tól alltaf í mínum mati. En það er annað dæmi bara, og sem er skemmtilegt til þetta, ég hendi einu trölli og einu eldgosi, en það sem er skemmtilegt þetta er sko At Dawn, það sem ég beðið At Dawn, og ég sjáu hérna lýsinguna sem var að koma frá vinstri, að hún passaði það þegar hún var að búa til þessi tvö nýja item, að lýsingin væri, þetta er morgunlýsing líka á eldfjalli. En þetta er svona dæmi, þú veist, að þegar ég var að finna réttu myndina, þá gerði ég þetta aftur og aftur og maður fæði margar, þú veist, tillögur að því sem maður getur fengið sem við viljum að reyna og já, þarna var hún þessi sem ég valdi, en það kom alls konar öðruvísi. Þannig að það er líka, sko, mjög rosalega mikilvægt í þessu ferli er að af því þú getur búið til svo margar myndir og það er svo auðvelt að búa það til að ef þú veist, að segja, þú veist, að bara einhver amatör, þú veist, það segjum það, þú veist, veit ekkert myndgerð, getur bara að fara að taka jobbi hjá einhverjum professional, auglýsingamyndamannesku, segjum það. Þeir myndu fara inn í svona forrit, myndu byrja að búið til myndir og allir bara konum með 1000 myndir og verða alveg lost. Þau myndu alveg vera jafn lost eins og þú veist, eins að það er alveg sama koncept hvort að þegar þú koma allar sem myndir, þeir get ekki, fólk sem er ekki með þekkinguna, getur ekki valið. Þú veit ekki hvað myndu að velja, það velur bara einhverja lélega mynd og þannig að þetta er svona dæmi sko hvernig, já. En og þetta voru hinni þú segir þetta koma endalausar myndir sko, síðan stækka maður ekki allt aftar. Síðan í september í fyrra, að þá kom ChatGPT og DALL-E 3 í ChatGPT og þó að myndgæðin séu ekki kannski alveg jafn góð á Midjourney, það ekki verið það, að þá var þetta fyrsta forritið sem gat sett texta á skjáinn. Og ekki bara það, heldur þetta, þú veist, á sama hátt eins og þetta að skapa hvaða tegunda mynd sem að þá að skapa hvaða tegundasta texta sem í hverju sem ja, þannilega, í hverju, í hvaða medium, sem séu, tabla svona eða og já, þetta er svona nokkuð dæmi, en þetta er líka þetta sem þeir gerðu í ChatGPT var að þú getur sagt meira, hún skilur betur marga hluti sem þurfa að fara inn í myndina, sem sagt, og svo náttúrulega gefur manni bara meira control, og eins og það, þú veist, I just feel so empty inside, og þá var þetta promptið, an illustration of an avocado sitting in a therapist's chair saying, I just feel so empty inside. With a pit-sized hole in the center, the therapist, a spoon, scribbles notes. Búm. Það að geta, þetta var svona stóri hluturinn við DALL-E 3, sem komin núna í Midjourney 6, mér að minna samt, að
var að geta sagt einhver svona nákvæma lýsingu og fengið með þess að texta á sama stað. Og og bara svona almennt svona bara gæðin á myndunum hafa verið að fara upp. Og eitt svona dæmi að þið munið, já, eftir þessari mynd, þessari fyrstu sem ég gerði, og ég prófaði hana síðan í Midjourney 6, sem sagt, there's a rabbit-sized universe inside a glass jar and giant type rabbit playing the popular country song on the banjo. Og þarna hún, og ég valdi þessa af mörgum öðrum, en og sko gæðin, og sko maður getur skeilað þær upp í, þú veist, það að skeila svona myndir upp bara í 10.000 pixelana. Maður getur tekið svona mynd, og þú veist, það tekið svona gerðgrindamynd, og þú veist, bara setja á framhlið hörpunar. Þú veist, í fullum gæðum, maður myndi labba upp að henni og, þú veist, maður myndi sjá sko, þú veist, mikroskópíkar hluti í hárunum. Þegar þessi gerðgrind uppskila myndirnar, þá býr hún bara til, skapar þessa dítala sem vantar inn í. Hérna annað dæmi a car made out of 5 shocks, glittering in the sun, high quality photorealistics. Og þetta var hvorki high quality, nýja photorealistic, skal ég segja ykkur, þarna fyrst, fyrir 1,5 ára síðan. En, með Midjourney 6, a car made of 5 shocks, glittering in the sun, high quality, check, photorealistic, já, næstu því, á einhverju fórsendu kannski. En bara hugsaðu ykkur munnin á 18 mánuðum, að þú veist og sko það stæðsta sem að breyttist í þessu var bara bæði stærðin á módelunum en líka mjög sniðugt sem Midjourney gerði að þeir byrjuðu þarna í útgáfu 1 fyrir 1,5 ára síðan og létu alltaf fólk merkja myndirna með svona hjarta sem fílaði og líka sem valdur mynd til þess að stækka. Þannig að í gegnum þessa mánuði og ár að þá sjáðu hvaða myndir við fílum. Og þau eru búin að nota þetta til þess að gera hverja kynslóð, útgáfa 2, útgáfa 3, útgáfa 4, útgáfa 5. Það er alltaf að vera betri og betri, þannig að það er alltaf fleiri og fleiri að nota þetta og það eru við sem að veljum hvaða myndir eru flottastar. Þannig að þetta er mjög, þannig að við erum búin að, og þeir sem eru búin að vera að nota Midjourney, eru búin að vera að þjálfa það til þess að vera svona, en þetta er líka stærðin á módelum hefur verið að stækka og alls svona tækni og svona. En fyrradag, 13. mars, þá kom GPT-4o út, sem er nýtt gerðgrindamódel frá OpenAI. Þetta er ekki komið mikið í fréttinni en þið eru plött eftir að heyra þessu að í síðustu viku að þá kom upp sá orðrómur að OpenAI var að opna alþjóðlegt símafyrirtæki. Eða þeir ætla að fara að leyfa fólki að hringja símtöl innan úr ChatGPT. En það kom í ljós í fyrradag að nýútgáfan ChatGPT er svona rauntíma. Þannig að þetta hringja í ChatGPT og tala við ChatGPT og með fullkomna rödd eins og manneskja og allt svoleiðis. En ég ætla ekki að tala um það núna, en það sem er líka í þessu nýja módeli sem er ekki komið í hendur almennings, er alveg nýr level af því hvað þessi gerðgrindamódeli geta gert við myndir. Og þetta er ekki komið út ennþá, sko, aðal chatmódeli er komið út, en þessi myndafeature eru ekki komið út. En þetta er bara svona dæmi það hvert við erum að fara á þessu ári. Það er til þetta, þarna er promptið, að það er komið núna alveg fullkominn texti, að þú getur skrifað sko langa texta í og láta það birtast á myndinni. Ekki bara það, heldur getur átt samtal og sagt þú veist að þú byrð þetta fyrstu myndin og róbotinn að skrifa fyrsta. Næsta mynd, að hún heldur stílnum, hún kann að halda stílnum. Þannig að ef þú getur byggðið næstu mynd, þá heldur hún bara áfram að skrifa á vélar. Þetta er ekki hægt með neinu Midjourney eða neinu öðru í dag. Og sama endirinn endirinn að þú rífur þetta í sundur og hún, þú veist, svona nokkurn að rífa þetta í sundur á réttum stað. Og sama ef þú biður að láta búa til, gerðgrindum að búa til einhvern karakter fyrir þig, að þá getur þú láta búa til marga myndir sem eru með nákvæmlega sama karakter. Þetta er eitthvað sem gerðgrindin á í mjög miklum erfiðleikum með að gera í dag. Og það sem er svona nýtt. En a poem written clear but excited handwriting in a diary, single column. The writing is sparsely but elegantly decorated with surrealistic doodles. Ok, þannig hún skapaði þessa mynd með textanum, handskrifuðum sem að var beðið og hann er réttur. Síðan beðið make it in dark mode.
og þá bara investorinni, meira, að remove the notebook paper lines. Dúm. Að gerðgreindin tók burtu bara að skilningurinn gerðgreindarinnar á því hvað myndin hvað maður vill og hvernig svona dýnamík virkar bara ótrúlega í þessu módeli og þetta bara eitthvað sem að koma núna og potið í Midjourney líka á næstu, þetta annað svona dæmi bara sem þú veist, beðin svona texta og svona og annað, þú veist, bara breyttu myndin í svarta og þetta vantilega verið hægt að gera alla myndir, þú veist, einhverjum fórsendum. Og hann getur búið til fonta. Ég hef ekki búist í því að það með gervigreind sem getur skapað nýja tegundir af fontum en þú getur bara beðið það hérna og getur font that combines both futuristic but retro elements. A molded stamp font. Þannig að þá fær maður þessa fonta og önnur tegund sem maður býr til, önnur tegund og ég veit það, ég veit ekki hvort það sé einhverju fonta fólk hérna en þessi fíla fonta, þeir fíla fonta sko og það eru margir sem að þú veist, fontar eru mjög mikilvægir. Ég held að fólk, þeir eru algjörlega svona subconscious, en þeir eru mjög mikilvægir. En þetta áhugavert og annað maður getur sett tvær myndir, eins og þetta svona eitthvað svona marbúldæmi og þá getur maður tekið og sagt, heyrðu, ég mynda logo, miklaði það inn í marbúlið fyrir mig, til dæmis. En þetta svona stýring á myndagerðin eitthvað sem ég vantar aðeins í dag, en samt alltaf betra. Heyrðu, þá síðast að árum fyrir mig í spjallið, við töluðum sýndum aðeins Sora áðan og bara sér skot. Fyrir nokkrum vikum að þá kom svona fyrsta stuttmynd sem búin til með gervigreindinni og hvert einasta skot í myndinni búið til með Sora en þetta náttúrulega klippt saman, þeir gerðu skotin mörgum sinnum og að blaðran var stundum aðeins græn og stundum aðeins rauð þannig að þeir litalegir upp blöðruna en að öðru leyti hvert einasta skot hérna búið til með Sora bara eftir skrifti og síðan bara leikari. Well, they say everyone has something unique about them, something that sets them apart. It's just in my case, it's quite obvious what that thing is. I am literally filled with hot air. Yeah, living like this has its challenges. Windy days, underwater particularly troublesome. Oh, there was the one time my girlfriend insisted I go to the actor store to get my Uncle Jerry a wedding present. What do I love most about my predicament? The perspective it gives me. I get to see the world differently. I float above the mundane and the ordinary. I see things a different way from everyone else. Yeah, I feel like it's because of that perspective I'm reminded every day that life is fragile. We're all just a pinprick away from deflation. So I try to live life with a lightness, a buoyancy, a joie de vivre. I got a lot of ideas keeping this thing full. Já, ef þið viljið googla Find a way to share them with everyone else. Ef þið viljið googla þá í síðustu viku þá gáðu þér út framhald sem líka með leikkonu sem leikur á móti gervigreindinni. En þetta var Shy Kids. Heyrðu, þá bara smá tími í spurningum að sjá. Já, alltaf 10 mínútur. En endilega bara hvað sem er. Ég landslagsarkitekt og ég hef verið með hversu langt það komið að geta sett inn og beðið eitthvað ofan á hana, einhverja hönnun, einhverja bæta við einhverju eða ég tæki til dæmis mynd af stofunni bæta við fólki af fleiri þjóðerni eða eitthvað. Akkurat. Já, það komið það er að gera sumt af því í dag, það er að taka mynd og þú veist velja síðan staði og hana til þess að bara í Photoshop til dæmis, það getur bara tekið mynd, þú veist, með mynd á stofunni en þá það aðeins að handgera það, þetta kannski að, þú veist, teikna svona einhverjar útlínur af fólki og segja þú veist, já, það séu fleiri eða eitthvað, og þannig að þú getur að gera þetta í Photoshop, getur að leigja og svona á. Síðan í Midjourney forritinu, að þá komið tveir nýjir svona featurear, annað sem heitir Style Reference, og þá getur til dæmis tekið mynd af þessari stofu og látið búið til myndir og þær verða allar einhvern veginn í stílnum af þessari stofu. En samt ekki svona nákvæmlega, þú veist, að þessi mynd þarna og svona, þetta ekki svona alveg, eins og verið með í Photoshop, þá verður með hana bara nákvæmlega sama bakgrunn. Þannig að þú getur gert það hluta til í Midjourney í dag
En greinilega eins og með þessu nýja GPT-forriti, þá virðist verið að setja bara, þú veist eins og það, það getur sett bara inn myndina inn í forritið af stofunni og þá getur hún gert þetta eins og hún var að setja hérna etsa hluti inn í marmaran, þú veist til dæmis. Þannig að það mjög stutt í það, þetta sé bara, getur við bara mynd og sagt hérna, bara tekur einhverju mynd og sagt hérna, og já, það eru meira þess að sko, á hinni áttinni eru svona síður á netinu einhver gerðgreindarforrit sem getur sett inn bara einhverju mynd og segja svona change the style og breyttu bara allir stílinum í málverk eða eitthvað svoleiðis sko. En það gerir alla myndin í einu, skilur við, þannig að það er ekki þetta kontrollið, þannig að þetta er svona alveg að koma og séni líka sko, sem ég var ekki með hérna screenshot af því þið getið skoðað OpenAI síðunni að þá eru þið með þá getur maður látið 3D-módel koma út. Þannig að þú getur sett 3D-módel inn. Þannig að með 3D-módel á stofunni, að það getur hent inn 3D-módelinu, semst af stofunni. Já, það er þessi GPT-4 GO sem var að koma út, en þessi virkni, hún er ekki komin ennþá. Þetta er bara í rannsóknarskýrslunni þeirra, hún er ekki komin fyrir almenning. Já, akkurat. Já, það er mikið happrætti. Já, ég myndi segja það er með allt svoleiðis að það bara á næstu mánuðum eins og bara með síðasta þróun sko í með myndirnar að að það allt svona verður mikið sem happrætt í dag verður minna happrætt á næstu mánuðum. Ég veit þú hugsa mikið lýðræði. Já, ein spurning hérna fyrst og síðan. Já, bara kom með analýsa eða hreyfingin í ljósmynd. Já. Landslægsmynd út á skýringar þeirra. Já. Það er algjörlega ekkert mál í dag með annarkvort Runway ML eða annað sem heitir Pika, P-I-K-A, sem eru, og þau virka þannig að maður getur búið til myndin í Midjourney eða bara tekið hana og sett hann inn í Runway og segja bara animated clouds og þú getur með þess að valið svona motion brush, þú getur með þess að valið í hver áttina skíin er að fara og ég var með eina skegnu svona, það var ekki nema 202 skegnur, ég var mjög ánægður með ykkur, þá leiði þetta alls saman. Það er svo gaman fyrir það að skoða þetta. Já, erum við ekki hvernig ég finn þetta hérna, við þau? Já, hérna var þetta, hérna Runway, já, reyndar og síðan líka sko, þú veist það sem er líka til í þessu, þetta, þú veist það taka ljós, já, þetta er til þess að þetta kalla ControlNet og það eru margir sem bjóða upp á þetta, þú getur googlað images of ControlNet og þá getur þú, reyndar, það er góða punktur, ég var bara að glemma þessu, þú tekir mynd og nota hann sem control fyrir aðra mynd. Þannig að þá getur þú bara, þú veist eins og hérna, segir þú bara I see seas og þá kontrólar þessi mynd bara nákvæmlega hvernig hún kemur út. Og þannig að það er líka annað path í þessu sem að, með svona hluti, sko, eins og þú ætlar að, þú veist, vera með einhverja leira sem þú gerst með garðin hérna og síðan hendur ykkur rána á til þess. En allavega. Þú var spurningu? Já, af því ég veit að þér er umhugað lýðræði og mjög mikið í málum því. Ég sá að það er orðin algjör bylting í þýðingu. Já. Og það gerðist bara hvað, í vikunni eða? Já, bara, þetta er bara, ég er samt búin aðeins meiri þróun, en já. Það er bara þýðingum milli tungumála meira. Já, þannig að fólk og þjóðarnir getur setið á móti hverju. Já, algjörlega. Hvað er að fara að gerast? Já, ég ætla bara að segja frá því að sko í síðustu viku að þá kom svo orrumur upp að OpenAI og ChatGPT var að fara að opna símafyrirtæki og eða það hvort það væri að fara að koma símtæki inn í ChatGPT. Ég var nú alveg viss að það var ekki að fara að gerast. En það allavega ChatGPT er búið að vera að setja upp alheimsins allstar í heiminum risastórt símakerfi, sem sagt, rauntíma símakerfi. Og vegna þess að nýútgáfan af ChatGPT að maður getur talað við hana í rauntíma, sem sagt. Og þess vegna settur út á símakerfi og eitt sem það virkar að maður getur sagt hérna I'm here, I only speak Icelandic and I have here somebody who only speaks Italian. So each time you hear Icelandic, speak it out in Italian. Each time you hear Italian, speak it in Icelandic. Sem setur maður bara síma niður, byrjar að tala um manneskjuna og síma bara þýðir bara í raundum. Ég geti googlað þetta, þetta er fáralegt sko. Og sko þróunin síðan 2014 þegar við fyrst settum sko gervigreind í Google Translate inn í Betri Reykjavík og hverfið mitt og þetta vegna þess að þá var túristabransinn að springa út og við vorum komið 10.000 manns hérna sem byggi í bænum sem voru að vinna í túristabransinum en töluðu engu íslensku, erum með krakka í skólum og bara þurfa að vera hluti af samfélaginu. Þannig að þá kom gervigreindin þar og hjálpaði fólkin að
að tala saman og það búið að þróast mikið. En nú þetta bara orðið svona eins og, einhvern veginn þekkið Hitchhiker's Galaxy, Babelfish, svona lítið fisk sem settur í æra sem getur þýtt all. It's here, þetta það. Þannig að... Já, frábært, já.